Já, komið þið sæl og blessuð. Við ætlum að ræða umhverfismál, lífstíl, neyslu, sóun, vistkerfið okkar í samanburði við aðrar þjóðir. Kannski munið eftir því að 1. ágúst í fyrra var sagt að þá væri dagurinn þar sem að þjóðir heimsins færu á yfirdrátt í umhverfislegu tilliti, hvað var það vistkerfið okkar. Nú hefur verið reiknað út hvar Ísland stendur í röð við nágrannalöndin, hvenær á almanaks árinu við förum á yfirdrátt, og hingað kominn Stefán Jón Hafstein sem nú þekktur fyrir eitt og annað, meðal annars höfundur bókarinnar Heimurinn eins og hann og hann ætlar að segja okkur áhugaverðar staðreyndir almanaks ár okkar Íslendinga. Velkomin Stefán Jón. Já, takk fyrir boðið. Sko, það var hann 1. ágúst í fyrra, allur heimurinn. Já. Hvar er Ísland í þessum samanburði núna þetta árið? Það fannst mér alveg stórmagnað. Ég hef notið þeirra blessunin að vera að stúdera umhverfisfræði og auðlindafræði. Og þetta kom nú fram þar og ég fór aðeins að skoða þetta miklu betur og spurjast fyrir þetta. Og sko, þessi svo kallaði jarðadagur er þarna þegar jarðarbúar fara á yfirdrátt, gagnvart vistkerfi jarðarinnar í heild, mannkyn. Hvort göngum götu sjálfbærni eða ekki? Já, það er bara 1. ágúst voru við búin að taka svo mikið út af jarðargæðum, eftir það voru við yfirdrætti sem jarðarbúar í heild. Síðan er búið til en þetta er reiknað út fyrir hvert land fyrir sig og síðan lagt saman. Og mér fannst og ég frétti það svo og okkar fræðimenn hafa verið að benda á það að Ísland er ekki á þessu lista yfir á þessu almanaki hvenær löndi fara yfir, og svo er þetta bara reiknað út fyrir hvert land og það kemur í ljós að 1. ágúst er fyrir mannkyn í heild. Það var jarðardagurinn, þá voru öll búin. Það þarf sem sagt 1,7 jarðir til að standa undir okkar neyslu, jarðarbúa. Já, þetta er mörgum nógum. Já, þetta er mörgum, það var bara stór frétt. Já. Svo tökum við kannski landi svo Katar, sem er olíuframleiðsluríki, brennir rosalega miklum jarðefnum og er hátt neyslustig og ríkt land, eitt af ríkustu löndum í heimi, Katar. Og þeir eru í byrjun febrúar. Þannig ef allir væri eins og Katar, þá væri jarðardagurinn ekki 1. ágúst heldur í byrjun febrúar, 7. febrúar. Svo koma löndis og Singapúr og Luxemburg og önnur svona stór auðuríki sem er með hátt neyslustig. En Ísland er ekki á þessum lista eins og almanaki birtist og maður fyrir að spyrja sig, og það hafa íslenski fræðimenn gert líka og skrifa þessum samtökum og fræðimönnum sem og svo bara þið getið bara reiknað þetta sjálf, svona, og það er formúla baka hvert land. Þá kemur ljóst að okkar yfirskot er í ár 24. janúar. Á morgun. Þegar þetta er tekið upp. Og maður er algjörlega sleginn. Erum við sem sagt hálfum mann undan Katar. Sem eru mestu, má kalla það umhverfis sóða eða? Já, við skulum ekki gefa hann, bara segjum, þeir ganga hvað mest á sameiginlegar auðlindir jarðarbúa. Einmitt. Útblásturinn af gróðurhúsalofttegundum er langstærsti valdurinn sem vegur þarna inn. En það eru margir aðrir þættir vegnir inn, landnotkun, aðgangur af fiskveiðum, skógum, byggingaland sem er brotið, samgöngur, það eru ótrúlega margir þættir vegnir inn. Og svo reikna menn þetta út fyrir hvert land og þá kemur bara í ljós að ef að allir væri eins og við, þá þyrfti 7 jarðir. Það væri kannski gaman, Stefán Jón, ef við fengjum upp mynd núna, Laufey tæknimaður, ef þú getur sett á skjáin fyrir, einmitt, frábært. Hérna erum við með sem sagt mynd sem sýnir stöðu þessara landa í rauninni fyrir framan Katar, ætti að vera Ísland, janúar, sem er búið að reikna út með réttum og vísindalegum aðferðum, þótt þess ekki komið á kortið. Og svo sjáum við þarna til vinstri þau lönd sem að í rauninni ganga minnst á. Já, það eru þarna, þannig að við förum þetta bara byrjum upp í janúar, það ættu við að vera. Og svo koma þarna löndin hvert af öðru. Ef allir væru til dæmis eins og, þarna mjög ofarlega er Katar, svo kemur Luxemburg, að þá værum við búin að ganga á það. Af hverju Luxemburg, veistu það? Luxemburg er með gríðarlega hátt neyslustig og nota gríðarlega mikla orku
miða við hagkerfið heild. Ég skil. Og það er reyndar útskýrt og það er hægt að finna út af því af hverju löndin liggja hér og þar, sko. Já. Og það er mjög misjafnt, sko, gegnum sneitt má segja að við tökum svona bara ríkulöndin, þá þyrfti svona 4 jarðir til að standa undir þeim. Bandaríkin, Kína í mínus og margir aðrir. Þannig að þetta er svona gegnum sneitt og það er gaman að stúdera þetta ef fólk fer inn á slóðina, ég skal bara lesa hana hér, það sést nú hana Global Footprint Network. Ef fólk fer inn á þetta og þetta er gríðarlega áhugaverð og bara skemmtileg heimsókn inn á þessa síðu. Þetta er sem sagt mjög strangvísindalegt og fræðilegt og þetta er, mér minnir þessi York háskóli sem vistar þetta hjá sér, en samtökin Earth Overshoot Day og Global Footprint Network, þau standa bak við þetta, hafa gert mjög lengi. Og þarna sko sjáum við auðvitað að þau raðast aftarlega á árinu, þau ríki sem hafa minnst milli handa, neyta minnst og annað slíkt, og þau ríkur þarna efst að því að neyslustigið er svo hátt. Útblástu gróðurhúsalofttegunda, matvælaframleiðsla eða matvælaneysla er mjög mikilvægur þáttur í þessu líka. Og það er útskýrt alveg hreint inn á þessu síðu, að tekið dæmi af Sviss, man ég, hvernig getur Sviss lent á nákvæmlega þessum degi, og þeir bara segja frá því og þá getum við skilið hvernig þetta er gert. Og ég leitaði aðstoðar fræðimanns upp í háskóla að því ég treysti aldrei mínum útreikningum. Og jú, það er 24. janúar í ár, það var 20. janúar í fyrra, það þýðir ekkert ástandi að batna neitt verulega, við bara lendum þarna núna. Það er alltaf verið að svona uppfæra. Það stendur á einhverjum vöruflutningaskipum. Getur þessna gert það. Og þetta er svona, þetta er svona yfirskotið, yfirdráttardagurinn. Svo er annað hugtak þarna sem er mjög áhugavert og það er sem sagt, það er í raun og veru neikvæðaliðin, það er að segja gagnvart eigin vistkerfum. Hvert land er þetta reiknað út af fyrir sig og þá spyr maður að segja hvernig stendur Ísland gagnvart eigin vistkerfum. Gætu vistkerfin, þetta er biocapacity á ensku og getum kallað það burðarþol vistkerfana, eitthvað slíkt, eins og gengið er á. Og það er ekki bara það sem við tökum, heldur úrgangurinn sem við kostum frá okkur, þannig að við búum ekki í hringrásarhagkerfi, þannig að við leggjum tvöfalt álag á náttúruna, það við tökum og það sem við flegjum. Og þá væri Ísland mjög neikvætt. Burðarþol landsins, vistkerfa landsins, myndi aldrei standa undir lífskjörum á Íslandi. Við flytjum alveg gríðarlega mikið inn og þá segir mér, hvað er að því? Við flytjum út fisk og við flytjum inn nauðsynjar á móti, nema að jöfnuðurinn er ekki þar. Og það er að því að við útvistum svo mikill til dæmis losun gróðurhúsalofttegunda, allt drasli sem við flytjum inn frá Kína, það fer ekki á reikningin hér, nema það sem gert með sérstökum útreikningum, og þegar það er tekið inn, þá finna menn það út, allt raslið ef það sem er losað og mengað við það að flytja inn það sem við neytum væri tekið inn, þá er Ísland mjög neikvætt. Okkar land, okkar vistkerfi gæti aldrei staðið undir þessu. Og þetta er líka áhugavert að skoða og við erum mjög ofalega þarna og það er sérstakt að sjá það á þessum lista. Þeir sem fara langt umfram burðargetu sinna vistkerfa, það eru lönd eins og Nauru er efsta sæti og það er, spyr allir hvað er það? Það er lítið klettaeyja í Kyrrahafinu sem hefur bókstaflega talað enga náttúruauðlindir. Þeir eru búin að klára þar, þeir áttu hauga af gúanúi sem þeir seldu og nú er það búið og nú er þeir með fanganýlendu fyrir Ástralíu. Þannig að þeir eru efstir á listanum og ég man ekki einn, Kyrrahafseyja önnur kemur númer 2, svo er Færeyjar og Ísland. Færeyjar verri en Ísland. Já, en það er bara sáraldið munur sko. Þetta er bara sömu skilyrði. Gríðarlega hátt neyslustig og vistkerfin eru þannig að þau rísa ekki undir. Men það er alveg hægt að ræða svona fram og aftur. Eftir að segja það að Íslendingar með ekki eiga sjónvarpa því get ekki. Nei, það er ekki verið að tala um það. En það sem gerist náttúrulega er að eftir því sem að baráttanum gæðjarðar harnar og það er það sem er að gerast núna, það náttúrulega verður ólífvanlegra fyrir þá sem ekki geta stillt neyslustig sitt svona nokkurn veginn til jafns við
það sem að burðarþol vistkerfan og við myndum vilja það að við getum lagt fram ýmislegt til heimsbyggðarinn og fengi ýmislegt á móti, það enginn að tala gegn frá sér verslun og annað slíkt. Það er bara að tala það að við stöndum svona nokkurn veginn í jafnvæginu og það er bara ekki hægt að segja það að hagkerfi hér sem mjög hagvaxtardrifið standi undir sér. Það er það sem maður kemur inn á og ég er alls ekki að reyna að segja sko það vera til einhver Íslandsskömm. Ég skal ekki segja það. Það eru sérstakar aðstæður og sérstakar sögulegar aðstæður sem leiða til þess að við erum hér og við búum við mikla svokallaða velsæld. Hún er velsæld að mörgu leyti en það er líka ýmislegt að. Það sem að til dæmis ég velti fyrir mér í þessu sambandi þegar maður skoðar þessar tölur og hvernig þessir útreikningar koma út fyrir okkur og marga aðra. Við gætum gert svo miklu betur að því hér mikil sóun. Og það er hægt að nefna mörg dæmi það hvernig við gætum sko stilt okkar hagkerfi miklu gert að miklu náttúruvænna. Það er alveg og eitt er ofneysla og annað er sóun. Já. Og það er þetta sem og þess vegna ráðleggi fólki að fara inn á þessa síðu og skoða þetta hvern fyrir sig. Takið ekkert mín orð trúanleg, veltið þessu bara fyrir ykkur. Það er mjög áhugavert að fara inn á þessa síðu. Þannig er til dæmis, þú getur farið inn og athuga þinn eigin lífstíl upp í próf. Hvað myndi þurfa margar jarðir ef allir vera svo ég? Björn Þorláksson, Stefán Jóni Búnað, ég get alveg sagt þér að það er cirka 4 til að vera eins og ég. Ég er svona eins og Bandaríkjamenn. En meðal Íslendingur líklega 7 eða meðaltali fyrir Íslandi 7. Og þarna spila mjög margt inn í og en ég held að við gætum bætt okkur að mjög mörgur leyti tökum til dæmis matarsóun. Ef við horfumst í augu við þessar staðreyndir og segjum, hvað getum við bætt? Við flytjum inn gríðarlega mikið af matvælum. Og ef að matvælasóun er svona 150 kíló á mann á ári, þá er það alveg rosalega mikið í álagi á náttúruauðlindi jarðar. Þó við séum ekki mörg, þá er það samt þannig að það er alveg óþarfi að henda 150 kíló af mat á mann. Tökum líka annað sem að maður svona furða að segja á því það er loftslagsaðgerð. Við eigum í dag næga orku til að rafvæða samgöngur á landi. Ég held að rafmagnsbíll sé millibil í miklu lengra plan það hvernig samgöngur eigi að vera. En við munum ekki allir vera á rafmagnsbílum eftir eða miklu mæli og menn á bílum núna eftir 50 ár, en það skiptir ekki máli. Verðum við þá að ferðast meira saman? Eða? Já, það er alveg klárt mál. Við höfum bara ekki pláss fyrir þessa bíla. Rafmagnsbíll tekur ekki minna pláss en bensínbíll. Akkurat. Og en hann spúir minni út og við getum rafvætt samgöngur á landi. Við getum líka gert svona nokkur önnur atriði sem að myndi hjálpa og auka hagsæld í landinu mjög mikið. Svo í klári samgöngur á landi, við kaupum olíu og bensín og olíu fyrir samgöngur á landi fyrir cirka 100 milljarða ári. Væri nú ekki gott að geta sleppt þeim reikningi? Jú, það væri mjög fínt. Og dreiðu losun samtímis. Og það er þetta að gera þetta í kvelli. Tökum matarsóunina, fólk veit þetta og jafnvel stórmarkaðarnir vita þetta og þeir aðeins byrjar að gefa börnum skemmta ávexti svo það sé ekki eitthvað svona allt í lagi og lækka verð á því sem er komið á dag, síðasta söludag sem er fínt, en það er svo sem miklu meira sem þarf að gera. Og við erum til dæmis bara 2 lítil atriði sem að myndi samskipta máli held ég að því að nú er búið ákveða að hafa gjaldfrjálsar skólamáltíðir á Íslandi. Ef að þær eru skilgreindar út frá næringar og umhverfissjónarmiðum og gegn matarsóun. Það er frábær hugmynd. Þetta er þessi skólamáltíðabandalagi okkar í Aldin, eldri umhverfisverndarsamtökunum. Við höfum bent á þetta meira sig hér á stöðinni. Líka hvað væri æskilegt að allir skólar á Íslandi, ekki bara 30-40% væru með grænfána landverndar sem er sett umhverfisátak til að valdefla unglinga í því að vera umhverfissinnaður, umhverfisvænni í umgengni bara hvert við annað og heima hjá sér. Það þarf nýjan svona samfélagssáttmála hvað er á bakvið
staðhæfinguna hjá típiskum íslenskum unglingi, það ekkert til í ísskápnum. Já, það en það ekki bara það. Nei, ég veit það. Það líka hitt sem að lækna að því að það eru læknadagar, þeir að vera að benda að 70% Íslendingar offetir, 30% barn og unglinga. Já. Og þetta býr til sjúkdóma. Já. Og þannig að það sem að ég bara segja með þessum dæmum að ofneyslan ekki siðferðislegu réttur Íslendinga, þetta háir okkur. Já, akkurat. Það við bara sleppum umhverfisþættinu og segjum, bara það að umgangast náttúruna betur því það við erum umgangast sjálfu okkar eigin heilsu betur. Mæltu manna heilastur. En þú nefndir siðferði og ég sá ekki betur en það væri Úrúgvæ sem að rekur lestina þarna á þessu korti. Já. Og það eru náttúrulega ekki síst þessi fátækari ríki sem að verða svo fyrir mestum áhrifum af loftslagsbreytingum og réttlætið ekki neitt. Nei, og þess vegna nú talað í þessum loftslagsumræðum öllum að það þurfi að vera réttlæti. Einn þáttur í þessu ekki bara tæknilausn. Nei. Ekki orkuskipti, það þurfi að vera réttlæti. Já. Ég get sagt ég var á Madagaskar í fyrra. Já, ég var að koma frá Máritíus. Máritíus, rétt nágrannað þarna. Eyjunni. Madagaskar, Máritíus ríkt land miðað við Madagaskar og bara hefur náð miklum árangri með túrism og öðru slíku. Madagaskar þannig að það eru 30 milljónir manna, býr helmingurinn við vannæringu og 80% undir fátæktamörkum. Nú það svo hátt, já. Madagaskar það land sem hvað verst leikið vegna loftslagsbreytinga. Það í Indlandshafinu og á við mjög mikla veðrabreytingar, loftslagsbreytingar stríða sem hafa áhrif á næringarástand og efnahag landsins. Já. Það rosalega erfitt fyrir mann sem kemur frá Íslandi, sem kom nú sendinefnd frá Íslandi á vegum utanríkisráðuneytisins og segir við Madagaskar, við ætlum ekki að vera með í átakinu gegn loftslagsbreytingum af því að við stofnum hitaveitu fyrir 70 árum. Já. Og við erum svo umhverfisvæn af því að við notum endurnýjanlega orku. Þannig að við erum bara stikkfrí. Og allir þið horfast í augu þetta fólk og segja það bara ykkar mál. Já. Þið takið bara á þessu eins og þið viljið, en við ætlum ekki að vera með. Fara svo yfir í Kyrrahafið og hitta fólk sem ríki eins og Palau, Vanuatu, Tuvalu og fleiri. Þetta smá ríki sem fæstir vita hver og ég búin að þurfa að fletta þessu upp. Og þarna eru menn þegar byrjaðir að flytja þorp vegna hækkandi sjávarstöðu og þessi í Kyrrahafsríkin, Eyjaríkin, þau hafa sögulega losun á heimsvísu 0,0004%. Það þeirra framlag til að taka af loftslagskvótanum. Afrika í heild, þar með Madagaskar, með 4% af losun, sögulegri losun af gróðurhúsalofttegundum fyrir 20% af íbúafjölda jarðar. Þannig að þetta jafnvægi þetta ójafnvægi þetta það sem á bak við réttlætiskröfuna sem segir við ríka fólki þið þurfa að taka meiri þátt í þessu og leggja meira mörkum. Og þegar maður skoða kortið inn á síðunni sem ég var að sýna ykkur, þannig að þið farið inn á kortið hvaða lönd að ganga á vistkerfi sín umfram burðarþol. Það eru í raun og veru löndin fyrir norðan miðbaug. Norðan, ef við dróðum línunum svona Norður Afríku og umhverfis hnöttin, þar rautt en löndin fyrir sunnan miðbaug, þau eru ennþá með vistkerfin í lagi og stærsti eigandi af vistkerfum eða burðarþoli vistkerfa Brasilía, regnskógarnir. Og það myndi vera ríkalegt áfall fyrir heimsbyggðina og bara all líf á jörðinni ef að það yrði vendipunktur í regnskógum Amazon sem leiddi til þess að þeir breytust í kjarlendi. Það hægt að vera regnskógar og geyma kolefni, binda kolefni ef að þeir breytust vegna þurrka og loftslagsbreyting og þetta einna vendipunktur jarðarinnar. Að það ríkalegt áfall því að þarna svo mikil auðlind. Madagaskar, sem ég var að segja væri ótrúlega fátækt ríki, eitt af
líklega annað þriðja auðvasta ríki veraldar ef þú mælir í líffræðilegum fjölbreytileika. Já. Og þeir hafa, þrátt fyrir sína miklu fátækt, tekið frá stór friðland, verndarsvæði. Já. Tekið bara frá til að passa upp á það. Þannig að sko, þetta gengur að báða bóa það að svona jafna þetta hlutfall, það er svo miklu hagsmuni fyrir okkur að vistkerfi heimsins í heild, að því allt er samtengt, að þau fái staðist þetta áhlaup sem að mannkynið stendur fyrir. Og nú kemur, sko, sem inn á þessari síðu líka, hvenær fór mannkyn í mínus? Við veitum að innvæðingin hófst fyrir 200 árum eitthvað cirka bát. 1970. Já. Það er nú alltaf svo, hugsaðu hvað er búið að gera hratt. Já. Þetta er rosalega hratt. Já. Og þetta er í raun og veru, því að ég segi nú frá í bókinni minni, heimshagkerfi fjórfaldaðist. Vistkerfin, það er að segja fjöldi dýra og plantna á landi hrundum 70% á sama tíma. Og þetta línuritt inn á þessari síðu sem sýnir hvenær við fórum að ganga yfirdraga, taka yfirdrátt á jörðrikið. Þetta er allt hangið saman. Já. Þetta fellur alveg saman eins og flís við rass. Og þegar maður tengir allt þetta saman, loftslagið, líffræðilega fjölbreytileika og stöðu vistkerfana, þá er þetta allt. Þetta hefst með í raun og veru þessari rosalegu innbyltingu sem varð í landbúnað og fæðuframleiðslu 1965-67 eitthvað svoleiðis, allt fer á fleygiferð og mannkyn fer frá því ég fæðist úr 2,5 milljörðum í 8,3 í dag. Já. Þetta gerist eins og rakett á gamlaskvöld. Og allt þetta sem við erum búin að vera að tala um núna og það, ég held að íslenska hagkerfi hafi sko hækkað áttfaldast. Já. Á þessum tíma. Þannig að við erum búin að vera að standa okkur vel á þennan mælikvarða, en við erum í mínus gagnvart burðargetu vistkerfana á Íslandi og við erum að í raun og veru aðstoða með óhólegri neyslu, mikilli sóun og miklu innkaupum erum að stuðla að því að vistkerfi annars staðar í heiminum eða undir högg að sækja. Ég man þá tíð, þótt ég sé yngri en þú, sennilega því að ég elst upp á, frumstæðari slóðum. Ég man þá tíð, bara þegar ég er barn í Mývatnssveitinni, að öll matvælaframleiðslan á sér stað innan heimilisins. Og það er ekkert keypt. Það er nýkomin búð, en það er tregða að skipta við þessa búð. Og ég hef stundum velti fyrir mér sko hvort það hafi verið til umhverfisvænni maður en faðir minn sem var gjörsamlega sjálfbær með allt. Hann er líklega keypt olíu á traktori. Jú, reyndar við þurftum að kaupa olíu, það er alveg rétt sko, en svona, maður ríkir aðeins þegar maður segir sjálfbær með allt. Annað sem ég velti fyrir mér, það er því þú ert nú svo mikill veiðimaður. Það er sko þetta með maðkaveituna. Þessi snilld að við förum út á vatn og við veiðum silung. Við borðum silunginn en slóið úr silungnum er grafið í jörð. Það úldnar svo, þetta sló, og þegar kemur vetur, þá förum við með stunguspaða og við tökum nokkra torfur á þessum slóðum, förum með torfið inn í hús, niður í kjallara, þar sem var svona öðruvísi gólf og það var svona ekki kjallara eins og þú myndir hafa í venjulegu einbýlishúsi í Garðabænum í dag kannski. Og síðan yfir nóttina þá þiðnar frostið og svo kemur maður kannski laugardagsmorgun og maður fyrir að pilla út maðkana sem eru þarna í þetta eru lirfurflugunar. Já, akkurat. Og notar svo lirfurnar eða maðkana, hvítmaðkinn aftur til þess að veiða nýjan silung og þá í gegnum vök á ísnum. Þú ert að lýsa hringrásarhagkerfinu. Því að það á ekki að í þessari dásamlega náttúru sem hefur fundið jafnvægi á síðustu 10.000 árum er allt í jafnvægi. Það er engin úrgangur. Akkurat. Það er allt nýtt. Akkurat. Og þetta er í rauninni sko, þetta er svo fallegt. Já. Sumir segja þetta er ógeðslegt, þetta er viðbjóður, en það er líka svo ofboðslega hrein fegurð í þessari hringrás. Nákvæmlega, og það er þetta sem við viljum stefna að og verður nú seint held ég, en það er að öll jörðin sé hringrásarhagkerfi. Já.
og allt nýtt og engin úrgangur og þess vegna náttúrulega mjög gott að við erum þá minnst okkur til farin að vinna úrgang flokka og gera þetta betur en við gerðum. Jafnvel vinna, menn eru farin að tala að nýta varma frá atvinnustarfsemi, endurnýtan, við verðum að gera á Akureyri núna og víðar og það sem líka jarðgerð komið núna og þessna á ekki að vera að bölva þessar flokkun og vesenni svo við köllum það, því að þetta eina vitið. Við þurfum þetta að minnka úrgang og maður nú búin að sjá og heyra viðtölu fólk sem vinnur við flokkun hjá góða hirðinum. Það yfirþyrmandi álag af hlutum og fötum sem fólk að henda. Ef þú tekur textíl sem föt sem Íslendingar flytja inn og henda, það yfirgengilegt. Og það þarf að flytja mikið af þessu út aftur til að endurvinna Þýskalandi, einhvers staðar víðar. Hugsaði hvað þetta kostar okkur mikið. En það vegna þess að ef maður kaupir hjá Boost, sem einhverja netverslun, peysu sem maður svo ekki ánægður með og hendir inn í Rauða krossin og þeir geta ekki nýtt og þurfa að flytja þetta. Hugsaði hvað komin flutningskostnað til Íslands, flutningskostnað til Þýskalands, endurvinnsla eða brunið eða eitthvað slíkt. Þetta orðið yfirgengilega dýrt og það nú þetta sem ég að frekar að tala fyrir núna þegar við skoðum svona tölur eins og álag Íslands á vistkerfin. Að við getum alveg það svo auðvelt fyrir okkur að breyta til betri vegar. Og það hálfgerður aumingjaskapur núna þegar stórt hagræði átak innan ríkiskeina við höfum miklu meira inni í að hagræða þjóðfélaginu til betri vegar og til meiri velsældar, hagsældar og heilsubetra lífs og allt. Þannig að benda á þessar tölur bara að segja okkur það að fræðasögurnar af Íslandi að við séum svo óbúslega umhverfisvæn og góð eru því miður rangar. Já. Við kunnum að búa yfir mikilli grænni orku en í hvað erum við að nota hana? Endurnýjanleg orka heitir það. Já. Því að græn orka við erum ekki með mikið af henni. Nei, endurnýjanleg. Endurnýjanleg orka, já. Og það ég með búin, maður lærir alltaf eitthvað að tala þessa spekinga. Já. En ein spurning að lokum, Stefán, við erum nú að þurfum að fara að ljúka þessu áhugavera spjalli. En þyrmir ekki yfir þig nú við endurkjör Trump? Í þessu samhengi öllu? Jú, það náttúrulega hann alveg persónugervingu fyrir allt það sem að gagnvart umhverfinu. Ameríka í dag, það náttúrulega Bandaríkin fljóta í olíu og jarðgasi í dag. Og hann kallar að kalla meira. Fljótandi gullið og bara... Já, hann talar bara eins og forseti Azerbaijan. Bara nákvæmlega. Já, það sama. Dragast út úr Parísar samkomulaginu náttúrulega mjög slæmt og kallar á bara viðbragð alþjóðasamfélagsins við því. Ég held að þetta bara tefur þetta gekk nú nógu illa áður en þetta eftir að tefja umbreytingu í þágu náttúrunnar mjög mikið og hann bara ekki nokkuð einasta áhuga því, hann maður á gamla skólanum og hann hefur 70 milljónir atkvæða bak við sig. Já, það má alveg færa rök fyrir því að endurkjöra hans bara muni með beinum eða óbeinum hætti hækka hitastig jarðarinn. Já, það alveg klárt að því að Bandaríkin annars stærsti losunaríki núna á gróðurhúsalofttegundum eftir Kína. Kína á hraðri leið í græna átt eða endurnýjanlega orku. Já. Miklu hraðar en Bandaríkin og því miður en þeir maður veit ekki þetta bara maður þarf bara aðeins að melta þetta og sjá hvað raungerist menn segja orður til alls fyrst en það ekki á Trump maður veit ekki hvað maður fær frá honum hann alltaf að búa til einhverja stöður nei en að hafa Bandaríkin ekki sem forysturíki í umhverfismálum að mistókst að hluta, þau voru ekki öllu leyti það náttúrulega mjög slæmt og það mun þýða það að margir aðrir segja, þá erum við bara stikkfrí líka en það verða sjálfsagt miklir umbreytingatímar, ég ekkert vissum að það sem að gerast í heiminum í dag síðasta ár var að heitast það sem hefur mælst það nú komið, það algjörlega staðfest. Liggur fyrir. Sjórinn aldrei heitari, hér við Ísland aldrei heitari, aldrei súrari og það kom þessi viðvörun frá
frá 40 heimsmeisturum í loftslagsfræðum til Norðurlandaráðs og Norrænu ráðherranefndarinnar í fyrra. Heyrðu, það gæti verið vendipunktur í straumakerfinu sinna af Íslands ef að þessi hlýnun heldur áfram. Og þá verður Ísland, ég segi ekki óbyggilegt, en það verður ansi hart í ári hérna. Já. Og það eru vísbendingar það að fiskistofnarnir okkar séu að láta undan sig út af þessu, en það er algjörlega klárt, það er augljóst að sjófuglarnir að hrynja. Já. Það er hrun í sjófuglastofnum á Íslandi. Og það sem við ættum að gera núna er að spýta fé í rannsóknir alveg út og suður. Já. Hvað var það alltaf með fiskistofnana, lífæðina, hvaða breytingar umhverfisáhrifin eru að hafa á okkar? Sko, ég held að það sé alveg viðurkennt að Hafrannsóknastofnun hefur verið allt og mikið stilt inn á stofnstærðarannsóknir í þágu fiskveiða, en ekki hafrannsóknir. Erum ekki bara undir handariðari útgerðar? Já, pólitíkin ákveður þetta. Jú. Og menn hafa bara litið á hafið og þetta er svolítið svona okkar, það er efni í annan þátt, sko, hafið. Hafið er matarkistan okkar. Hafið er því miður samsett úr mörgum mjög flóknum vistkerfum og sú nálgun hefur ekki fengið að vera ráðandi á Íslandi að því við erum alltaf að sækja gull í greipar hafsins og hugsaum ekkert hafið öðruvísi. Og þetta er grundvallar miskilningur sem er í raun og veru lýsing á okkar viðhorfi til móður náttúru í heild. Já, ég af því að bara svona rétt í lokin, það var svo hressandi fyrir mig að fylgjast með fiskveiðunum á Máritíus hjá þessu Afríkufólki þarna í Indlandshafinu. Þeir voru með litla báta, engar árar, eitt prik sem þeir notuðu til þess að stjaka þetta var grunnsævi. Og það hefði verið nóg að það hefði verið 2 borð, en þeir fóru 6 eða 8 af því að þeim var svo gaman. Og þeir spjölluðu svo mikið og kveðjurnar þeirra að morgni áður þeir eru út, þær voru svo fallegar. Það var alveg tekna 20-30 mínútur bara í fallegar kveðjur og spurningar, bara hvernig nóttin hafði verið og hvernig þeir hafði vaknað. Og þetta myndi mig á einhvern veginn allt það fallega sem við höfum svolítið mist hér í atvinnulífinu, allt sé skilyrt, markmiðadrifið, hámars arður, tíminn má ekki vera lengri en þetta. Hvað maður segja, iðnvæðing allra hluta. Hugafarsins líka. Iðnvæðing hugafarsins. Og því miður eru við alveg rosalega skilyrt af þessu öllu, eins og þú segir, og þessin er og mannleg tengsl hafa glatast í okkar samfélag nú maður komin í breytingunarstólinn, sko. Allt í góðu. En já, þetta er ekki allt fengið, við erum mjög hagvaxtardrifið samfélag. Og hagvöxtur, sko, fyrir jörðin í heild, eins og við erum að tala í jörðin er lokað kerfi. Þetta getur ekki gengið. Þetta er lokað kerfi. Reyna að skilja þetta. Og að vaks inn í lokuðu kerfi, það sprengir af sér allt. Og þá veldur hrunni. Það sem gerist er það, og við erum svo heppin, ef allt er í jafnvægi, þá kemur sólarorkan inn, við nýtum hana til að spúa til líf og það er engin úrgangur, það er allt í hringrás. Maðkarnir í Mývatnssveit og rægin á sléttum Afríku þar sem rækamarnir koma og endurnýta og dreifa yfir byggðirnar aftur. Allt er þetta eins, allt samstillt. Og stuðlar fallega. Og svakalega fallega. Kæra þakki fyrir komuna, Stefán. Takk fyrir mig. Svolítið sláandi tíðindi, áhorfendur góðir og hlustendur, ef ekki bara gera eitthvað í þessu. En við förum í aðra sálma hér eftir andartak, ekki frá langt. Allir þættir Samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.